Góða kvöldið, verið hjartanlega velkomin í útsendingu á leik í úrvalsdeildinni Bridge sem samstarfsverkefni Bridge-sambandsins og rafíþróttasambandsins. Ég heiti Matthías Hímsland og með ykkur í kvöld og með mér verður stórspilarinn og sálfræðingurinn, það þarf bara sálfræðing þegar svona stórleikir eru og Tryggvi Ingason, bara velkomin. Takk fyrir. Gaman að vera komin. Já, bara virkilega gaman að fá þig. Við þorðum ekki öðru heldur en að hafa eitthvað sem gæti svona rýnt í spennustigið og í þessum leik. Já, hvað fyrir. Þetta vonandi, við stefnir í spennandi leik og mikil gæði í spilurum og svona, þannig að þetta verður, ég sammála því. Það gott að geta svona aðeins reynt að greina spennustigið í leiðinni. Já. Það núna í kvöld erum við að horfa á leik Gulla Sævars sem sveitafélagarnir hans vilja reynda að kalla Gulla Sævars International en þess að eitt spilarinn í Noregi á móti Grant Thornton. Og það þannig að Grant Thornton ekki búinn að tapa neinum leik. Gulli Sævars búinn að tapa einum leik og það var akkurat gegn Grant Thornton í fjórðu umferð. Já. Og þá var mjög spennandi leikur sem fór 33-20 og fyrirkomulagið þannig að þetta bikarkeppni en þú þarft að tapa 2 leikjum til að detta út. Svoleiðis að ef Gulli Sævars tapar í kvöld þá hann dottinn út og Grant Thornton búinn að vinna. Ef þess að Gulli vinnur þá bæði Grant Thornton og Gulli Sævars með 1 tapleik og þá eru þeir að spila aftur til úrslita. Þannig við getum fengið bara svona tvöfald gæði áfram. Já, ef Gulli vinnur, þá bara næsta föstudag þá erum við bara að sjá rematch. Já, spennandi. En ef við förum svona aðeins yfir liðin og í Grant Thornton sveitinni í kvöld að spila Sigurbjörn Haraldsson og Magnús Eiður Magnússon. Og það Já, bara búin að vera okkar bestu spilarar í mörg ár. Ekki spurning og landslýs par bara, ég veit ekki hvað lengi og Já, og bara í raun og veru getur við ekki sammála það að þeir eru bara yfirburða par í Bridge-inum í dag. Jú, ég held það, ég sammála því, já. Og ef við skoðum bara listan okkar, stigalistan, þá erum við að tala það að Sigurbjörn komin upp í 4. sæti og Magnús í 16. sæti. Já. Og svoleiðis að virkilega sterkt og ef við myndum skoða þeir eru svona 5 ára stig, þá eru þeir örugglega bara efstir. Já, akkurat. Og hinum megin og hinum vagnum hjá Grant Thornton Guðmundur Halldórsson, Þingeyingur og Guðmundur Gunnarsson. Akkurat selfissingur eða ekki? Jú, selfissingur á upplagi. Ég held að sé reyndar skráður í Bridge-félag Ísafjarðar. Já, en frábær klúbbur. Já. En selfissingur á upplagi. Allan að manni eftir því þegar ég var á Laugavatni skóla þá spilaði ég alltaf við hann á Selfossi og pappans. Já, passar. Ef við förum í sveit Gulla þá erum við með annan vænginn Gunnlaug Sævarsson og Vigni Hauks. Og það ansi svona þétt par. Já. Þeir hafa verið að spila í vetur, allan í þessu móti. Já, þeir eru búin að vera að spila saman í vetur og náð bara nokkuð vel saman. Báðir öflugir spilarar hafa báðir orðið Íslandsmeistarar. Mikla reynslu. Svoleiðis að það og eru búin að vera að spila sitt aldrei saman. Svoleiðis að það ansi sterkt par. Og svo á hinum vagnum svona kannski jókerinn í þessu liði og það Ragnar Hermannsson og Aron Þorfinnsson. Og Aron Þorfinnsson búsettur í Noregi. Já. Og mjög öflugur spilari. Og Raggi Hermanns, hann náttúrulega orðið Íslandsmeistari og landslýsinvaldur alveg gríðarlega öflugur spilari. Já. Þetta par á góðum degi, ef ég einhvern veginn trú að gæti orðið svona jókerinn í þessum leik. Já, sammála því. Og það sem skemmtilegt líka að það spila öll þessi pör að spila útfærsla standard nema Ragnar og Aron, þeir eru að spila pólskt lauf. Akkurat. Sem við Íslendingar kannski þekkjum ekkert endilega mikið. Það eru fáir sem hafa verið að spila pólska laufi, margir spilað precision, en þetta venjulega sterka lauf sem við venjumst og en
En pólska lög aðeins frábrugðið. Já, það ekki rétt hjá mér að þá það þannig að í einu lögu þá í raun og veru, það getur verið sterkt eins og í Precision sem margir spila hérna. En er þetta 18 plus samt? Já, 18, mjög sterkt. Já. En það getur líka verið lauflitur og það getur verið óbalanserað jafnstert. Og veikt í rauninni balansið kannski 12-15, 12-14. Já. Þannig að þetta getur verið mjög margt. Já. Þetta verður mjög áhugavert að sjá og spila þetta. Sammála því. En það allavega svona ef maður horfir á hana leik sko, maður myndi segja náttúrulega fyrirfram, bæði náttúrulega í Grant Thornton hefur náttúrulega unnið alla leikina. Þeir eru sigurstranglir og með besta par landsins innanborðs. Og svo maður myndi halda að þeir veru sigurstranglir. En hvernig líst þér á leiki? Hvernig heldur þú svona þetta þróist? Sko, ég alveg sammálaður, það svona fyrirfram kannski líklegra að Grant Thornton vinni, en ég held samt sko að það geti allt gerst og svona britslega séð vonaði bara að það verið jafn leikur og vonandi bara fáir rematch eftir viku. Já. Ég held að það sé bara það sem við viljum öll. Já. Sko ég held að Gulli vinni þennan leik. Já. Það svona mín tilfinning sko, það bara þú veist, með svona jóker spilara sko, þú veist þetta, og maður vona það að þetta verið skemmtileg spil. Já, sammála því. Og kannski munurinn sko á þessum pörum og þessum sveitum sko, Maggi og Bessi þeir eru svo stabílir. Já, þéttir. Þeir eru rosa þéttir. Já. Þeir gera ekki mikið af mistökum, þeir taka sitt inn, en eru kannski ekki í að búið til sveiflunar. Nei, og ekki að gefa út sveiflur. Nei, þú veist, þeir gefa bara ekki neitt út sko. Akkurat. En svo með Ragga og Aron sérstaklega, það svona par sem að maður svona gæti séð sko ná inn ykkur sveiflum. Þú fann að sjá aðeins fyrir þér hérna, gæti, ég heyri það. Ég svolítið sammálaður. Já. Svona spilar eins og Vignir og Gulli, sko, þeir getur allt gerst líka þar, finnst mér. Þeir eru þéttir og allt það, en ég meina tilbúinir í áskorunir líka að taka svolítið sénsa. Já, það svolítið. Já. Nú bara fyrsta spil komið upp á skjá og við skulum bara vinda okkur beint í það. Já, það það Aron og Raggi, jú. Það náttúrulega orðið breyting þarna á liðinu. Þarna komin norskur spilari sem spila við Gulla Sæfi. Þetta alls ekki Raggi Hermanns, Þorkild Hagen. Já. Svoleiðis að við gerum ráð fyrir að þeir spili sama kerfi. Aron hefur verið að þróa þetta kerfi. Já. Hérna sjáum við Suður búin að opna inn Tigli, Guðmundur, þeir spila standard. Þeir eru ekki vanir að spila saman, Guðmundur Gunnars og Guðmundur Halldórs. Svoleiðis að ég gerir ráð fyrir að þeir séu svona með tiltölulega einfaldan standard. Hann með 18 punkta í Suður. Já. Það svona spurning hvar þeir enda í 3 laufum. Þarna. Er ekki bara möguleiki á því? Jú. Það er ekki viss hvernig það meldast. Sko. Nei, hann passar þetta bara. Já, það er rétt. Hann þorir bara ekki að... Nei, það er rétt. Og nú spurning hvað Austur gerir. Hann hefur nú lítið. Já. Hann á reynda 4 mærum, en þetta kannski vendadoppl. Já, kemur vendadoppl. Nú bara spennandi. Já, eða bara... Eða pass. Já, kemur eitt grand. Nú nú hann búinn að segja hann eigi... Já, 17-18 punkta. Myndi ég held að, já. Og hann fær að spila það, 1 grand. Þetta eru 4. Já. Já, þetta lítur vel út. Skemmtilegt útspil. Ég geta tekið þetta down. Það er hægt. Já. Ef að austur svissar í lauf, næra hittir að það, þá eigar 7 slagi austur-vestur.
4 lauf, 2 hjarta, 1 á spaða. Já. En horfandi á laufin í norður og þá kannski ekki augljóst að fara að skipta. Það rétt, en ef hann... Þetta verður fróðlegt að sjá hvernig þið þróast, því að hérna, það þarf að brjóta spaða á sín. Já. Nú spilar hún á gósan. Já. Nú spurning hvað... Þetta geti farið 2 dán. Já. Ef hann spila litlu hjarta upp á ás. Já, upp á kóng og svo kemur hjarta tilbaka. Akkurat. Tekur síðasta hjarta og þá fær hann kall í laufi. Veit á að skipta þang yfir og þá náttúrulega, já, þetta bara þannig, hann að fara. Við hinni borðinu voru spilið 3 lauf, 3 niður. Já. Jú. Þarna. Þetta þá fínt, sko, þetta verður 2 dán. Nei, verður þetta þetta er 2 dán, svoleiðis að það 50 kall. Það þá 50 kall til austur-vesturs í þessu, sem eru þá 2 imbar eða... Já. Og það í svona leik sem verður svona, eins og býst við fyrirfram að verður svona jafn og spennandi, sko, og geta þeir skipt sköpum. Já. Nú Sko, 2 imbar. Já. 2 imbar. Þetta fer vel á stað. Það þarna, eins og þú varst að nefna að Norður hefði geta sett 3 lauf í stæði fyrir að passa. Já, sko, það far svona eftir í hvern, ég veit ekki hvað það merkir, en það geti verið, já. Þú veist, það vantarlega þá bara langlutur í lauf og veikt. Veikt, já. Svo leiðis að þarna, það nefnilega svo mikið að skemmtilegum svona þessum öfnamblikum í bridge að þetta eru svona ákvarðanir sem ekkert augljósar, sko. Þetta svona eitthvað svona marginal ákvörðun. Á ég að passi það, á ég að segja 3 lauf. Akkurat. Svo leiðis að bara örgla bæði jafn rétt, sko. Algjörlega. Svo bara lá laufið, sko, 4-1 allt á bakvið og þá var það ekki leiðin til lífsins, sko, í þetta skiptið. Nei. En það einmitt, og bridge náttúrulega þannig að það eru stundum alveg ótal valmöguleikar, sko. Það er skemmtilega við þetta, sko. Já, og það sem líka að sjá, sko, að í kannski leikjum það sem að spila kannski 2 topplið sem spilaði jafnvel mjög lík kerfi að það að kannski leikirnir að fara, sko, 50-50 eitthvað. Já. Svoleiðis að það þarna eru góðir spilarar sem eru með svipað kerfi en samt sem áður þeir að ná svona mismunandi árangri eftir mismunandi spilum. Og það bara einhvern veginn, það ákvörðun sem tekin við borðið sem bara svona einhver marginal ákvörðun. Já, algjörlega, og svo bara, þú veist, þetta líka bara, veist, það svo mörg tækifæri í hverju spili til þess að hafa áhrif. Já. Bæði í sögnum, í vörn og í sókn. Þetta bara svona næst í hverju spili í vörn og hverju spili í sókn. Það getur skipt máli, sko. Já. Nú komið sérst spil 2. Það nú, og það bara að spila 1 spaði. Það byrja rólega. Það byrja mjög rólega. Já. Hvernig... Nú man ég, sko, snöggir að þessu, strákarnir. Já. Þetta... Já, hann að fara að fá... hann ekki bara að fara 1 niður á þessu? Hann fær, sko, hann komið með 1 og hann fær 4 á spaða, 1 á hjarta. Spurning með hvað gerist með tíulinn. Já, nú náttúrulega, sko, getur verið stunga í
Já, Hjarta, sko. Það er rétt. Já. Hann kastar drottningunni, reyna að blekja, virkaði ekki. Nei. Þetta er erfið staða að spila svo frá tíklinum. Það er bara, hann fær kannski þessa 4 slagi viðbót og búið. Já, hann þarf... Og down. Já, en... Já, sko, hann getur náttúrulega, sko, það er ekkert augljóst með tíu lífferðina. Nei. Ég held bara... Já. Ég held að það sé bara sama hvað hann gerir núna, hann fái bara eitt slagið viðbót. Já, fyrir eftir í, sko, ef hann spila tíkli núna, sko, þá þarf Gulli að sitta í raun og veru lítið. Já, þó hann gerði það ekki, þá getur hann bara spilað út á laufi og það er hérna. Einmitt. Já. Nú fær hann bara ekki verið slagi. Nú vestur hest. Nei, heyrðu, hann fær að löf 10. Hann fær að löf 10. Já. Það er rétt. Það er 1 down. 1 down. Svona er það. Það er 100 kall. Veitum ekki alveg hvað gerist hínum megin. Það er ekki búið, sko. Nei. Nei, þetta er svona, þetta fyrir hægt á stað. Já. 2 spar, 2 down, eða ekki? Jú. Já. Það eru 3 impar. Mitt. Konir 5 impar til. Getum við séð aðeins stöðun aftur? Eða 5 til Grant Thornton. Snýr þetta. Já, þetta er, já. Og þá bara förum við í næsta spil. En það er, sko, ef við förum yfir spilarana. Já. Meðan þeir eru að klára næsta spil. Hefur ykkur töl á því hvað Bess og Maggi hafa til dæmis orðið oft Íslandsmeistarar? Já, það er bara ansi oft. Ég sko, Bessi hefur orðið Íslandsmeistari 12 sinnum í sveitakeppni. Það er ótrúlegt. Já. Algjörlega ótrúlegt. Og hann er nú ekki gamall. Nei. Svona brittspilar að vera. Það er svona okkar með yngstu sem eru í svona í þessum toppklassa. Já. Hann hefur 4 sinnum orðið Íslandsmeistari tímaring. Spáði það. Já. Og ef við klárum parið, sko, Maggi hefur orðið, sko, 8 sinnum Íslandsmeistari í sveitakeppni og 3 sinnum í tímaring. Þannig að þetta er gríðarlegir, það er margir titlar í parinu. Það er bara þannig, sko. Já. Þarna opnar Suður á einu laufi og það kemur doppl sem þýðir að það er ykkur spil, segir frá ykkur spilum. Þarna kemur Norður segir Norður 1 tígul, segir frá tígulleitnum sínum og ykkur svona smá spil á móti. Og Austur stekkur hann í 2 spaða. Já. Og það náttúrulega merkir, aðeins sterkari hendi heldur en 1 spaði. Hann er að lýsa í að hann á, svona 9 plus myndi ég halda allavega og í rauninni kannski lofar hann ekki 5 lit en hann á 5 lit, hann lofar rauninni kannski bara 4 lit. Já, var þetta ekki hjá þeim á hættun alltaf 5 litur eða hvernig? Það var opnunin, sko. Já. Já. Hann fær að spila 2 spaða og lauf kongur út. 1 á, já. Já, þetta er
á hinu borðinu eru þeir að spila 4 spaða. Svo leys að nú erum við að fara að sjá eitthvað sving. Hann vinnur það og ég gefur hvað? Það fyrir eftir því. Það er náttúrulega gott útspil, sko, hann getur ekki... Ef þú ert í 4, þá kannski eina leiðin að taka á og svína bara tígli og henda niður til þess að vinna það, sko, 4 spaða. Já. Það er möguleiki. Já, það er líka bara eina leiðin, sko, ef þú ert í samningnum. Og ert kannski þvingaður í það, já. Já. Spilar það hugsalega öðruvísi í 2 spöðum. Já, hérna vantarlega fer hann þá bara núna í, veist, ég bara fara að safety spila þetta og núna og spurning hvort hann bara fari í trompið. Veist það líklegt? Það náttúrulega þannig, sko, hann veit að Suður með punktana en á móti kemur að Norður segir hérna frá tígli, já, sko, og svo þess að drottningin í tígli gæti alveg verið þarna í Norður. Já, blöng, já. Þetta er svona líkurnar eru að það sé 2-2 eða 3-1 kannski, skiptingin í trompun. Þetta er bara 4 spil sem að andstæðingarnir eiga. Já. Og hann er svolítið að spila upp á það að ef það er 3-1 að þá sé þetta mannspil í einspil. Já, en í 4 spöðum og þá vantarlega, sko, getur hann ekkert farið í trompi strax, hann er þvingaður til að fara í tígulinn til að reyna að búa til slag. Það er líklegt, það gæti ekki ólíklegt að það spilist þannig. Já, það er nú spurning hvort það sé hægt að fá tæknimannin til að skipta yfir á hittborðið, það er nú kannski svona spennandi að sjá hvernig það fer. Já, hann lyftir spaða ás. Já, hann gerir það, já. Já, byrjar á því og kannski... Já. Þá gefur hann 2 og þá er þetta orðið... Þá er þetta down, hann nær ekki að henda hjarta, hann var með 2 lúsera eða 2 tapslægi á hjarta og 2 tromp og er þetta einn niður. Já, það má ekki gefa 2 spaða í þessu spil. Nei. Þannig að já. Kannski líka mikil óefni þetta legan sér svona, sko, að því þarna er opnar Suður og einu laufi. Norður þegir. Já. Og svo eru allir punktarnir í norður, í trompinu, sko. Þetta er eins mikil óefni eins og... Já, þetta er ekki með líkum. Það er ljóst. Já. Þarna nú erum við að sjá að Gulli er að fara að taka velinn, eða svona. Þetta er utan hættu, já, þetta er 1 down, líklega. Já, móti 110 til 140 hinum megin, já. Já, þannig að það er kannski 240 til, kannski. Sér 2 slétt hinum megin, já. Já, svo það er 110 hinum megin. Svo þetta er þá í raun og veru 210 sem... Já, ef maður fyrir 2 down. Hann getur farið 1 down á þessu, held ég. Já, náttúrulega þeir eru á hættunni, svoleiðis að... Já, þeir eru á hættunni, já, það er rétt. Já, já. En þannig eru þeir Sigurbjörn og Magnús að... Já, en það jafnast leikurinn hérna. Já, þeir vantarlega bara að fara yfir. En þannig er þeir mínum að þetta er mjög óefnir. En svona til lengri tíma og yfir svona langan leik, sko, veist þið, kannski mann get ekki alltaf verið heppnir og alltaf óefnir, þetta lítur að jafnast eitthvað út, sko. Já, já. En þetta, jú, þeir farið yfir, þetta verður 2 down. 7 par, já. Þá er Gulli komin yfir, 7-5. Já. Þetta er bara stál í stál. Já.
Já. Spil 4. Nú, ekkert stórvægilegt að fara að gera sýnismann í þessu spili. Skiptast nokkuð jafnpuntarnir að 19 og 21 sýnist mér. Já. Tígul og hjartafitt í austur-vestur. Já, og lauffitt í norður-suður. Já, og svona spaði líka. Nú vantarlega mun Vignir segja frá laufinu sínu. Já. Er samt með 3 spaða, stuðningi spaða. Já. Svona, þetta líklega 2 hjörtur þarna yfirfærsla í spaða. Það þarf að segja, þetta er sterkara spaðareis heldur en að segja 2 spaða beint. Já, getur þá sagt vantarlega, já, hans passar. Já. Já, þá vantarlega, hvernig virkar það þá, sérst, norður, hann segir það bara 2 spaða í með lágmark. Já. Ef hann ætti eitthvað ekstra, sko, þau náttúrulega spila standard og geta 8 upp í 20 púnta þess vegna, sko, svona það bil, að þá myndi hann gera eitthvað með svona, kannski, ég gerir ráð fyrir að hann geti gert eitthvað með 15 plus eða eitthvað sluð, sko. Já. Eða meiri skiptingu, hann náttúrulega bara með svona þessa 5-3-3-2 skiptingu sem ekki mjög spennandi í svona, vantar aðeins meiri þá skiptingu. En 2 spaðar bara gefa 2. Já. Gæti gefa hann laufstungu. Gæti fengið 3 spaða, 1 og tígul. Já, hann fær ekki laufstunguna núna, sko ekki. Nei, í næsta rand. Já. Þegar fer inn á spaða á sinn. Þannig 2 spaðar slétt sennilega. Já. Já. Tígul tvistu til þess að hann kalli í laufi. Já. Já, og spilar alltaf, þegar þú spilar lágu spil, þá ert það að reyna að kalla í lágleit. Vá, þarna hafaði staðið 4 hjörtu. Já. Á austur-vesturspilin, á hinumborðinu. Þetta... Voru það alveg blindir þarna? Var þetta, hvernig... Já. Gefið 1 á tígul, 1 á hjarta og 1 á lauf. Já, og þetta þýðir að nú að koma bara stór sveifla til gulla. Já. Þannig að veldi maður fyrir sér, sko, að austur doblar, vestur svona á vestur enga sögn, 12 vimpar. Já. Það var áhugavert að sjá hvernig það meldaðist hínum einn, en kannski staðan er orðin 19-5. Já. Fyrir gulla. Eitt spaði, 1 grandina, Já. Sem örugglega lýsing, kannski hlýtur að vera eitthvað svona 5-4 skipting, kannski í mínor og major, ég veit það ekki. Þetta hlýtur að vera eitthvað stann í hendi. Já. Þetta er náttúrulega mjög erfitt á þess að vesturhendur, sko, að fara að segja með 4 púnta nema þú ert búin að áttaði á því að þetta er eitthvað svona mikla skiptingar í spilnum. Já. En við skulum bara vinda okkur. Gert hjá þeim. Heldur betur. Þarna opnar norður og einu laufi. Hann er með 22 púnta þarna í austur, eða ekki? Já.
Hann með mikil spil. Svakalig spil. 6 liti spaða. Hvað? Þeir vinna 5 spaða. Já, 5 spaða. Gefa 1 á hjarta og 1 á lauf. Já, þeir melda sig bara örugglega upp í 4 spaða. Ég hugsa að Sigurbjörn geti að hugsa sig Já, með þessa hendi. Mjög líklega, sko. Já. En hann náttúrulega búinn að stekkur þetta í 2 spaða og veist. Já. Magnús veit náttúrulega hvað hann er gríðar sterkur. Jú. Það er rétt. Stekkur þarna og er greinilega alveg að slá af, sko. Já, Sigurbjörn treysti makkar. Já. Já, og hinnuborðinu eru þeir að spila 5 spaða og það var greinilega svona aðeins líkt að einhverju meira en það stendur bara. Tjekka á því, já, skoða það. Þetta ætti að vera... Þetta ætti að vera fljóta afgreitt. Já. Tekur hjarta. Ásöðu kóng, sannlega. Já, og þá er bara þetta leggja niður. Já. Og hér er bil. Já, þú er ekki að gera það fyrir en sér ljóst að sé engin stungi í þessu. Já, og spaðin liggi ekki 4-0. Já, nákvæmlega. Já. Þetta er hérna... Og þetta er þá að falla, skildi það ekki rétt að það hefur verið 5 spaðar hinum eins? Jú, 5 spaðar hinum einn. Svoleiðis að maður býst ekki við að sé eitthvað að gerast í þessu spili. Nei. Gulli að hugsa sér vel Náttúrulega er að horfa á það að hann gæti mögulega sko með að taka hjarta á sinn að geta mögulega verið að búa til fríslag eða verið trompað og eitthvað niðurkast í hjarta og svona farið við stöðunar og ofta ágæta við erum margir britsararnir sem eru fljótfærir. Já. Við höldum oft að við séum með hlutin á hreinu og svo er það ekki alveg þannig. Já. En brits er mikið athyglissport sko. Það er þannig. Já. Já, það kemur spaði og þá getur hann bara klemað. Já, nákvæmlega. Já. Bæði Vignir og Gulli sem eru að spila saman núna, þeir hafa orðið Íslandsmeistarar í sveitakeppni. Já. Reyndar ekki saman. Nei. Það var þannig að Vignir var Íslandsmeistari 2018. Já. Sveit Kjaran. Já. Þá var hann í sveit með Guðjóni Sigurjóns og Rúnari. Já, Rúnari og Skúla og Berg og Stefán Stefánsson. Já, það var frábært hjá þeim. Já, Stefán Stefánsson spila nú venjulega í Grant Thornton sveitinni. Hann er ekki með núna. En svo varð Gulli Íslandsmeistari, hann var alveg styttra síðan hann var Íslandsmeistari. Hann var Íslandsmeistari með norðurljósum, ef maður rétt. Hann var 22. Já. Einmitt. Já, hérna var hann í sveit með Hlín Ángandís og Karl Gretari og Kristjáni Má og síðan Hemma Friðriks. Já. Spiluðu bara 5 saman. Já. Og það er ansi erfitt í Íslandsmótunni í sveitakeppni að vera bara 5 í sveit. Já, úrslitin þar er ansi mikil spilamennska. Já, þetta eru
þannig eru 12 sveitir og það spila allir við alla og þetta eru 16 spilaleikir. Já. Svoleiðis að það er svo er úrslitin í lokin. Sko. 4 sveitir sem komast í úrslit. Nú er komið inn að spil 6. Já. Austur opnar á einum spaða. 11 punta og 6 spaða og 4 hjörtu. Þetta er svona fín hendi. 16.1 grand í þessari stöðu er mjög oft svona 15 til 17, 18 puntar. Já. Nú er, norður segir 2 tíkla sem vantilega er yfirfærsla í hjarta. Já, sem þýðir 5 litur í hjarta. Eða meira. Já, nú segir söður 2 hjarta, en þess að hann er skildur til þess út af þessari 2 tíkla sögn. Hann er með 9 punta, hann er bara ætlar í game. Já. Þetta verður bara að passa. Spurning sko. Er þetta ekki allt sko? Spaði út. Já. Hjarta líka nú ekki vel, en hann á alltaf 4 á tígul. Hann á 4 á tígul. 2 spaða, 1 á hjarta. 7 slæp svona beint. Það þarf örugglega enda að spila austur svolítið, ef hann er því. Kóngu, þarna kom einn aukaslagur. Já. Þetta var sérstakt. Já. Þarna koma vondufréttirnar í ljós með tígulinn. Já. En hann vantar einn, hann getur sótt einn á lauf ef hann ákveður bara að spila á laufi. Já, spila laufi á 9. Já. Og hann hefur tíma í það, þannig að kannski... Það er, Það er spurning, sko, hann getur líka valið að fara í hjarta, þannig að hérna. Já. Hann veit náttúrulega að punktarnir eru væntanlega meira og minna allir í austur. Já. Þess að getur verið hættulegt að fara í hjartað. En... Já, hann veit allan, þarna er kannski bara svolítið staðan eins og varst að tala áðan, sko, þetta moment, eða þetta, að hvora leiðina veluru, hvor er líklegri. Já, og þetta er þessi borðtilfinning, bara, þú sittur og þetta er svo oft, sko, tilfinningunni með þessu mótum, sko, þegar það byrjar að ganga vel, þá hittur á allar svona ákvarðanir. Algjörlega. En þegar það byrjar að ganga illa, þá einhvern veginn, sko, hittur aldrei á neitt, sko. Já, það er mikil sálfræði í britt. Það er bara þannig. Já, það er bara þannig. Sérstaklega náttúrulega sko, við borðið og svona, en það er líka, þetta er líka í svona þegar þú ert á netinu, það er, þú finnur fyrir þessu þar líka, öðruvísi. Já, það er minni pressa, en samt, sko. Það er alltaf fólk að fylgjast með þér í þessu. Já. Það er svona, þetta er, já. Margir svona pressu, sérðu hann fer í laufið. Já. Vignir er þetta ekki Vignir að spila? Jú. Já. Upp á kónginn. Og meiri spaði. Það er Já, sko, eða sko, hann frá sinni hendi séð gæti það verið, ég veit það ekki. Nei. Og ekki spila hann laufi eftir þetta. Nei. Já. Ok.
Nú veit hann hjartastöðuna. Nú spilar hann til að bara Lauf upp á 10 eða ekki. Já, af hverju fór hann upp með kónginn? Jú, ég meina, ef hann heldur plani, en nú fer hann kannski að stefast, af hverju? Já, sko, hann veit vantarlega ásinn í austur. Já. Það er rétt. Þetta er 9. Já. Þetta var gott game í þeim. Verður hann ekki bara að spila svo út á spaða 10 eða? Jú. Það verður kannski áhugavert að vita hvað það er að gera hinum megin. Þú veist, eða viljum við klára þetta? Já, við skulum. Þeir eru að spila 3 grönt hinum megin líka. Ok. Við skulum aðeins halda okkur við þetta borð. Já. Já, tekur hann Laufið. Hann að reyna við yfirslægin. Já, nú tekur hann bara gósan og tekur spaðan slæð. Það er 1 niður hinum einn. Já. Vá. Ok. Nú erum við að tala um að risa sveiflu aftur. Aftur, já. Til gulla. 450 sennilega. Nefnum hann spilur honum inn á spaða núna. Nei, hann er búin að henda hjartanu. Já. Nei, tekur sér 9. Já. Þannig er í raun og veru, það er spurning hvort það sé þessi auka slagur sem hann gefur honum með að leggja spaðan á. Já. Er það ekki bara það sem? Það er líklegt, sko. En, já. Nefnum hann ákveður að fara í hjarta hinum einn, sko. Og já. Þannig að það er 10 umbar. Staðan er orðin 29-5. Já. Þetta er alveg með ólíkindum. Já. Þannig að Gulli bara í fyrir hlutunum þeir eru að valda yfir á. Já. Og það sem meira er sko að maður skoðar bara þetta blað með austur-vestur tölunar. Já. Ég meina þetta er alveg þetta er algjört rúst bara. Já. Já, nú þetta er heldur betur óvænt. Já. Hann er 16 púnta, 4-4-1-4. Og já, Laufi lofar ekki 4 liti Laufi, en hann á svo sem 4 liti Laufi. Já. Þetta er bara tígull hann í norður inn á koma. Hann er 12 púnta. Og situr hann hann með 6 litin fyrir aftan. Já. Getur náttúrulega ekki sagt neitt. Nei. Og 1 spaði. Já. Það er ekki bara, 2 spaðar. Það er ekki bara pass. Hann er með 4, 8, 10 púnt í suður. Jú. Já. 2 spaðar. Spaðin liggur ekki vel en. Nei. Það er alveg sama. Það fær nú ekki mikið út úr þessu spaða sínum.
Laufi kemur náttúrulega svolítið vel núna. Já. Þannig að hérna, já. Alltaf smá vandræðum hann í vestur að vera inni. Já, hvað er að spila núna, sko? Þessi Tigli bara. Já, svona, kannski svona öruggast að. Gæti pröfa að spila Laufi, en já, og það þetta, aftur erum við að sjá mismunandi sagnir og mismunandi borðum. Við erum að þá fá það fréttir á hinu borðinu að vera að spila 2 hjörtu í austur-vestur. Já. Svoleiðis að núna getum við verið að sjá en eina sveifluna. Jú, hann spilar, þetta er rétt, hann spilaði, hann fann það. Já. En af því hann, já, hann hefur haldið kannski að hann geti verið með Eið í Tigli. Það spilaði ekki. Já. Já, nú fær hann 2 slag á tromp líka. Og 1 slag á hjarta. Slega staðið. Já. Það ekki. Já. Sýnist það. Það er samt að passa sig. Já, hann þarf að halda bara áfram með spaðan. Jú. Já, sko, já. Já. Sko. Já, hvað gerist núna ef hann spila bara spaða kongo og meiri spaða? Já. Þá er hann... Þetta er ekki komið, sko. Nei. Hann þarf að finna það. Já. Og endalega áttar hann sjá því að hann var ekki líklegt að þetta laufgifin eitt meira. Nei. Þetta er, já, þetta er... Spurning hvort að Magnús lesið ekki. Ég held að séu alla líkur á því. Já. Ef ykkur gerir það þá er það Magnús. Akkurat. Nei. Nei. Mikið hrósunum og mikið. Nei, herru. Nei. Þetta er nú bara alveg eins... Nei, herru, þetta er... Já. Hann er að fara... Magnús er gjafmildur í dag. Já. Það er jólinn. Mitt. Bara hendur hann Tigli. Já. Já. Þetta er... 6 impar í viðbútt. Já. Heldur betur. 2 hjörtu pluss 1 í austur og hinum borðinu. Já. 35-5. Já. Þetta er algjörlega mólíkitum. Fyrir hálfnað, er þetta ekki 14 spil? Jú. Þetta er hálfnað, 35-5. Já. Þetta er nú aldrei að fara að vakna. Grant Thornton mennið er alltaf eitthvað tjens. Já. Þetta er alveg mólíkitum. Það er sko, maður hefur nú séð samt verið, þetta getur verið farið fljótt sko. Já. En allana, já, þeir verða heldur betur að fara að spýta í lóna. Já, það er bara þannig. Já. Já, þetta er skemmtilegt eins og þú komst inn á áðan að þá út af því að fyrirkomulagið á mótinu er þannig að þetta er bikarkeppni en þú þarft að tapa 2 svar til að detta út. Nákvæmlega. Og þá er það þannig að því Gulli Sævas tapaði 4. umferð einu sinni, einmitt á móti Grant Thornton. Já, akkurat, já. Svoleiðis að Gulli Sævas er með 1 tap. Svoleiðis að ef hann tapar núna þá er hann bara úr leik. Grant Thornton búin að vinna. Ef hins vegar Grant Thornton tapar, þá er það fyrsta tapið þeirra. Akkurat. Þá erum við bara að sjá rematch. Eftir viku. Já. Og
og bara sagt okkar á milli á þess að fara lengra, þá náttúrulega höldum við alltaf með Gulla í þessum leik að við viljum fá annan leik. Já. Það er bara þannig. En þetta er mjög skemmtilegt sko að þarna erum við að sjá eins og með Gulla og Vigni þeir eru alveg hreinlega bara stórspila. Já. Þeir eru að spila mjög vel og eins sko Aron og Torkild. Ég voni ég sé að byrja þetta rétt fram. Já, þetta er nú eiginlega við kennum nú hérna sveitafóringjónum og í Gulla Sæfas þetta að þeir skildu plötu okkur með að breyta liðsefstillingunni á síðustu stundu. Akkurat, já. Heldur betur. En það þeir eru vanir að spila saman Aron og Torkild. Já, þeir eru par og eru að spila í sveit í Noregi og eru að spila líka bara í norsku deildakeppninni þar, til dæmis held ég. Sem alveg gríða sterkur, bara sko, maður myndi halda að norska deildin væri bara með þeim sterkustu í heiminum. Ég er sammála því, ég held að það hljóta að vera. Og mér skilst að þeir hafi nú bara verið að ná nokkuð góðum árangri þar saman. Algjörlega. Það er ekkert öðruvísi. Hérna eru konið að spila 8 og það er spurning sko, Norður er hérna með opnar og spaða. Þeir eru að spila standard. Já. 10, 16, 17 púnta. Já. Og 8 púnta móti. Þetta eru hérna, spaðin liggur ekki alveg eins og... Nei, en þeir siglir svo vantarlega í 4 spaða. Það finnst mér líklegt. Og hérna... Það Vignir vantarlega alveg að hámarkinu fyrir 2 spöðum. Já. Það er samt sko, það þarf að vinna, það þarf að hafa fyrir að vinna það, held ég, sýnist mér. Þetta er svona, þó að laufsýn ekki í gangi, þá liggur hjartað illa og spaðinn liggur illa. Já, hann ekki, hvað gefur mögulega 2 hjarta á 1 spaða? Það er ekki svona líklegt. Jú, og svo þetta gerir eitthvað við 4. laufið þitt, sko. Já. Það er svona, ég víst þú hafið samgang í að hérna, 10 dettur, já. Hún er 3. 10 3, já. Þannig ef hann lyftir það þá ætti hann að geta unnið þetta með svínalaufi og trompeittlauf og 10 dettur og taka svo trompin, já, það ætti að já. Spurning hvað 4 laufur, þetta er sko alertað, ég hérna 2 gröndir eflaust spurning svona eitthvað sko styrk við hvort það sé stuttlitur eða eitthvað, það sumir spilaði þannig. Já, þarna doblar Vestur 4 Hjörtur, lætur vita því að hann eigi smá styrk þar. Já. Er á tánum, þetta endar í 4 spöðum og vantarlega þá hjart út. Þar getur líka komið, ef hann hleypir því yfir og fær stunguna, þá er hann að tapa, þá fara 2 tapslægir í sama slægin. Skilurðu? Já. Að hérna þá, þannig að hérna það væri vont fyrir vörnina að spila út hjarta og fá svo meira hjarta og stungu. Akkurat. Það er svona, ef þú fyrir spaðaslagur og hjartaslagur sem að vörnin á fer í sama slagnum sko, í rauninni. Við erum eitthvað annað að ræða? Já, í útspilið, þú veist, búin að dobla. Nei, ég held að sé alltaf, en já, ég er sammála því, ég held að sé líklegt að koma út hjarta. En hann liggur yfir eins og greinlega. Já. Ekki alveg ljóst. Nei, hann veit af því að hann á líklega slag á spaða, hvort sem er. Spurning hvort það sé, vilji nokkuð vera að fara að fá
stungu þannig, en hérna en hvað annað í boði? Tígull út, ég myndi segja það, annað hvort. Já, og hvað tígull þá? Nei, já, hann bara fylgir doblunu. Já. Það stóð hinum megin. Já. Áhugavert. Já. Nú er Gull að spila og hann er nú ekki alltaf svo fljótast að spila, svoleiðis að hann liggur yfir þessu núna. Já, hann hleypur þessu. Já. En það liggur svo sem ekki á hjá Magnúsi að halda fram hjarta núna. Hann veit hann á kóngin og bakvið, sko. Þannig að hérna, ég hugsa að skipti bara yfir í, tígull. Já. Þetta hérna. Þetta ekki svona eitthvað staðan hann ekki svona átó. Nei, hún það ekki, sko. Já, vel gert. Skiptir í tígull, já. Nú er spurning. Nú held ég að þurfa að svína bara Laufi, fari í það. Já, hann þurfti eiginlega að fara, sko, spurningin hvort hann fari eitthvað svona, hann fyrir bara það síðan. Já. Og hann horfir á ásinn annan. Þetta er spurningin, á ég að hérna leggja á eða? Já, en kannski það rétt að því að upp á það kæmi kannski Lauf tilbaka og, nei, já, ég veit ekki, við sjáum til. Þetta er svona eins og vorum að tala áðan svolítið. Þetta er svona spil þar sem að þú ert að vanda því í hverju, þú veist. Já. Hverju sem þú spilar út og í vörninni líka svona. Þarna myndu til dæmis margir bara fara strax í trompið. Að taka tvisa tromp svona bara til að reynsa það upp. Já. Þá ertu strax, sko, með samgangin, sko, og veist, þú getur reyndar ennþá komist heim, sko, en Já. En vandamálið þá er náttúrulega ef að Laufsvíningin liggur ekki að þá ertu vestur kannski komin inn og getur spilað þriðja spaðanum þannig að þá verður ekki hægt að trompa. Já. Kannski alltaf að taka einu sinni spaða. Já. En ekki tvisvar allavega. Hann leggur á. Ég held að hann sjáu fyrir sér að sýta gósan, trompa og spila sig heim á spaða. Tekur einu sinni spaðan. Já, tekur einu sinni. Meira segja, sko, hann getur hann alveg tekið tvisvar. Já. Þá kemur þetta í ljós. Og þetta ná spaðalúser, en hann er komið hjartalúser. Gæti verið annar hjarta, líklega er annar hjartalúser. Eða þessi tapari, tölum íslensku. Og og líklega og hugsanlega 2 Lauf taparar. Þannig að hann en síðan kemur 10. þriðja. Það er vantarlega, sko, það er einhver ástæða fyrir því af hverju Bessi lá svona yfir í hvort hann ætti að leggja á eða ekki. Já. Það eru góða fréttir. Já. Það má ekki taka
Laufás. Nei, Hjartás. Veist, þetta er, hann þarf bara að spila tík. Já, þarna. Já, sko, nú þarf hann, ef Maggi spilar. En þetta er bara slútt það. Já. Og fellur. Já, gefur bara eitt að spá. Hérna er síðan austur með ykkur að hendi. 17 púnta. Og 7 á móti. Þeir spila 15 og 17 grand, minni mig. Já. Og norður á reyndaropnun. Kemur opna á Tigli. 12 púnta. Já. Hann opnur alltaf á Tigli. Þá kemur líklega grand í austur sem er svona 15-18 púntar skipt hendi. Já, og 7 púntar á móti. Það er það nóg í áskorun eða? Já, það fer eftir hvernig þið gæti farið upp í 18 kannski. Þannig að það 2 10 með og svona, það er eitthvað svona, en margir passa bara, þetta er á hættinu svo sem. Já. En hérna, já. Já, 2 10 og svona laufið er alveg, hann passar. Já. Já. Þeir eru nefnilega sko, þeir eru agaðir. Ég hugsa svona flestir íslenskir spilarar svona myndu nú að leyfa sér að fara í 2 lauf og fá 2 tíkla og segja 2 grönd sem svona einhvers konar áskorun. Já. Já, sko, sérstaklega ef þetta eru, sko, geti verið 18 púnta grandið, sko, þú veist, þetta er 17 púntarnir, þetta er og ef sko liðið er í 5 litur þá held ég myndi alltaf að gera það, en hérna þarna spiluðu þeir 1 grand í norður. Já, það er 12-14 grand sennilega. Já, hann er bara fengið að spila það og það er 200 niður. Ódoblað, já. Já, austur sko hefur bara leyft honum að spila það, já. En þeir eru nú ekki að fara að fá betri tölu austur-vestur. Nei. Svo þess að hann erum við að sjá einhverja smá. Já, 2 ympa allavega 3 hugsalega. Þannig að hérna Gunnlaugur er að bæta við forskotið. Þeir eru að eiga algjöran stjörnuleik. Heldur betur. Og þetta er eins og við töluðum fyrir leikinn. Vignir og Gulli eru búin að vera svona bæta sín jafnt og þétt. Já. Eru mjög solid. Já. Og svo er Aron og Makker á hinnuborðinu. Já. Þeir eru virkilega öflugir og sterkir. Já. Svoleiðis að mjög samæðir, já. Já, svoleiðis á góðum degi sem þeir greinlega eiga. Þá bara er þetta bara einn sterkasta sveit sem hægt er að stilla upp sko á landinu. Þeir eru allavega og enda komin í úrslitaleik. Hérubil, já. Komin í úrslitaleik og eru bara þar að valta yfir Grant Thornton. Já. Markvalda Íslandsmeistara. Já. Nú skal ég alveg lofa þér því, sko. Ég held að Stefán G. Stefánsson sem er svona einn aðal spraut aðal jakslinn í Grant Thornton, sko, ég held að hann sé ellendis. Já. Nú situr hann örugglega pottþétt og hugsar, sko, þetta sé bara vegna þess að hann er út af. Já. Ég held það líka. Það er erfitt að vera út af. Það er erfitt að vera að horfa á. Já. Sérstaklega þeirra svona móti blæs. Já, það er nefnilega samt með okkur britsara að þeir eru svona þótt flesti britsarar sko, ég veist að sé svona hátt hlutfall svona í egói.
Já. Ég held að svona britsar almennt þjáist ekki að eitthvað minnumáttakend. Nei, ég held ekki. Sammála því. Ekki í britsinu allavega. Ekki í spilinu. Nei, þjást kannski minnumáttakend í ykkur öðru. Ég veit ekki. Nei, ekki í britsinu. Nei. Við erum svolítið góðir í brits. Það já, þannig, já. Það eiginlega bara allir bestir. Já. En það líka, þetta bara þarf að vera svolítið þannig. Við þurfum að hafa trú á þessu, sko. Já. Já, hann að taka þarna. Já. Hann siglir þessu örglega heim. Já. Komið 6, 7, 8, 9, 10. Já, 180 kall. Þetta kannski fyrir einn út kannski. Ég held að það komið 10 slagi. Spaðinn liggur. Og sína laufi. Já, þá þurft. Já. Það hann ekki að hérna. Einn nimbi. Já. Það bæti við. Já. 36-5. Mitt. Og hann nú einhverja skemmtilega skiptingar. Já. Þannig að norðurhendin spennandi. 17 punta. Já, nú spurning með vestur. Hann passar. Já. Kemur opnur inn á hjarta sennilega. Ah, 7 puntar. Já. Segir hann grand. Já. Það alerta sem þýðir vantilega þetta kröfugrand. Já. Þá 3 grönd kannski besti samleikurinn í þessu. 2 lauf, líklega eitthvað svona, já það spurning hvað það merkir hjá þeim. Það merkir allan ekki lauf, það ljóst, það ná ekkert lauf. Þannig að gæti verið það sem kallað gasilli, það svona, eða tvíhleypa, ég veit ekki hvernig Já, þarna erum við að tala aftur einhverja sveiflu vegna þess að það enda í 2 hjörtum. Það verið að spila 4 hjörtu á vinnuborðinu. Já, ok. Og það spurning hvort við skiptum aðeins yfir á heitt borðið. Sjá hvernig það gengur. Já. Spaði Já, það bara spilað út. Spaði. Sem mjög gott útspil fyrir vörnina. Það að brjóta út spaðan. 2 slagir á spaða. Já, og svo bara 1 á 10 lefa. Það spurning samt með samgang, sko. Já. Ok. Já, þetta ekki búið, þetta verður erfitt að vinna þetta spil sýnist mér. Já. Þó það líki 3-3 hjartað. Austur má náttúrulega ekki lyfta laufa ás eða neitt þannig. Hvernig gengur, já, meldingar þarna. 1 hjarta, 1 grand, 3 tíklar. Já, bara gott reis. Já. Ok. Já, Já, þetta var gott svo sjón. Er það? Nei, þó. Núna tekur hann hún tekur trompið. Sko hann já.
Sko þarna ekki staðan svo sérst að þegar hann spila síðan tíklinum þá má hann ekki fara upp á kóngin. Jú. Þá er hann búin að gefa honum auka djúlslag. Já. Rétt. Spurning hvort það reynir bara spaðan. Já. Fyrst. Já, sjá hvað gerist. Já, hann setur lítið. Já. Það vel gert. Sko þarna spurning, sko, hefði hann verið búin að spila spaðanum, þá getur hann spila sig út á spaða. Já. Ef hann hefði verið búin að spila spaða. Já. Áður. Ég veit ekki hvort það hefði skipt, sko, máli. Ég held að það hafi verið erfitt eftir að spaðin kemur út, sko, ég velti fyrir mig hvort að eina leiðin hefði verið eitthvað hérna trompsín og laufi, en nei. Og svo hann bara einn niður. Já. Hann þarna erum við að sjá Gulla græða aftur. Hvernig fóru 2 hjör? Nei, hérna, ég voru 2 hjörtu. Já, sko, við gerum bara ráð fyrir að þau hafi vinnist, já, +1. Það eru ykkur 5-6 impar í viðbót. Hérna 7 litur í hjartarennandi í austur. Hann með 8-9 slaga hendi bara. En Já. Sér 3 hjörtu. Já. Spurning hvort hann eigi fyrir reysi. Það lítur að vera. Já. Þetta var 11 slagir. Já, stunga í þessu. Já, það er rétt. Meira, það er bara 1. En hann á bara 1 hjarta. Já. 3 grönd. Ballansendi. En það er nú alveg góður samleikur líka. Já. Flestir myndu nú segja kannski bara beint 4 hjörtu, en þetta er alveg að vera með svona rennandi lit, sko. Já. Og nú er vestur svolítið að lofa að stoppa spaðan. Já. Og að spila 3 grönd í staðar í 4 hjörtu, þú þarft færri slagi, það getur oft verið alveg mun að því, sko. Já. Hann slæðir af hann í 4. Já. Já. Þetta eru bara 10-11 slagir. Já. Þetta er þið? Sko, nei. Já. Það þarf bara að trompa hátt. Já, það þarf að vera vakandi, það má ekki trompa með fjarkanum, sko.
sem nú mjög ólíklegt. Mjög ólíklegt, já. Þannig að sem hann þolir að setja 9, sko. Já. Með öryggi. En þetta, já. Spurning hvort þetta sé, jú, já. En annarkvort, það var ekki ólíklegt að hann spilaði spaða því að þeir voru konur í 2 spaða, en spurning hvort þetta sé eitthvað svona hliðakall staða hana í svona stöðu. Nei, hann spila spaða. Já, þá er það bara 11 slæðir. Já. Já, hann fekk 8. Já. Breytir ekki. Já, það getur bara kleima þetta ekki verið 1 og 10. Já. Og mér skilst það að séður að spila 4 hjört og hinuborðinu líka. Já. Það er svona í mestarlega að sé 1 impi til. Já, til gulla. Já. Eða falli. Já. Já, það er svo segir, sko, það er náttúrulega ekki augljóst að spila tígul á svo meiri tíkli í þessari stöðu, sko. Í vörninni, sko. Nei. Sérstaklega eftir að þú veist á spaðanum. Og... Já. Einmitt. Þeir ætla að klára... Já. Vantarlega kann ekki kleimtakan í. Já, akkurat. Svona, já. 40+1. Nú fer þetta að verða, það er 1 impi í viðbót. Einn impi til Grant, fyrir gjöð. Já, fengu þeir 12. Fengu 12 slæði. Já. +2. Já. Þá er þetta 36 impar. Já. Í 3 spilum. Já. Það held ég að sé orðið langsótt, sko. 12 impar í spili. Það er hægt. Það er hægt, sko, en mjög langsótt. Já. Sérstaklega eins og Sveit Gulla er búin að vera að spila. Þeir eru ekkert svona líklegir að fara að gefa út ykkur að... Alls ekki. 800-1100 kalla. Nei. Þeir eru búin að spila mjög þétt. Já. Og þeir vita það. Þeir vita að við borðið þeir eru búin að eiga gott bæði pör. Þannig að þeir eru ekki að fara að taka ykkur að sjensa. Nei, en sko, þú veist, þeir svo sem vita ekki... Ekki nákvæmlega. Nei, þeir vita náttúrulega að þeir séu búin að eiga góðan leik. En þeir vita ekki til hvernig staðan sveitafélag þeir séu búin að eiga góðan leik líka, sko. Nei. Það er rétt. Það er sérstaklega þarna þessi 4 hjörtu við spilum 4. Það var mjög gott. Fannst mér. Já, 12 impar, það er náttúrulega engin smá sveifla. Einmitt. Já, en það er líka sko já, en það er eitt sem er svolítið skemmtilegt að hann Bessi sem er að spila hann er búin að vera í sko landsliðinu síðan hann var 19 ára, þá fór hann fyrst í landsliði. Ótrúlegt. Og byrjaði að spila með landsliðinu og gekk. Það sem var merkilegt líka er að þá var Ásmundur Pálsson í landsliðinu líka. Já, 75 ára gammal. 75 ára, spáði það. Já, 19 og 75 ára á sama tíma í landsliðinu. Já, það er alvöru. Sýnir bara brettina, hvernig bretsin... Heldur betur. Það er bara bretsi fyrir alla og alla aldursópa. Algjörlega. Þarna opnar Vestur á einu díkli og Guðmundur Halldórs doblar. Já. Hann er með nokkuð norður með aftur svona sömu skiptingu á hann, 4-5, 4-0 og hérna er hann með 17 punta, þetta er
sigla er þess ekki Já. fjóra spaða vantarlega eftir þetta. Já. Liggur tígullinn og þetta liggur allt rétt, sko. Og hérna. Eiga samt ekki nóga slögum upp í meira, sko. Nei. Þeir gefa einn á hjarta, selja 2 tígul. Nefnum hann. Stekkur bara. Já. 4 spaðar. Já. Guðmundur spila það í söður. Já. Það eru tromp. Þetta svona spil sem þarf bara að spila heim í rauninni, svolítið. Já. Þetta hérna. Ekki missa neinn tök á því, sko. Já. Ég veit ekki hvort hann gæti náða að trompa 2 tígul kannski. Hann gæti farið í hérna yfirslægin. Já, það verið að spila 4 spaða á hinumborðunum líka. Ok. Svoleiðis að það var ósennilegt að það verið einhverjar mikla sviftingar í þessu spili. Já, hann spila tíkli og færa ásinn og aftur stýttur í spaða. En hann hérna, já, hann getur bara verið komið með yfirslægin í þessu spili ef hann fer bara tekur ás, trompar tígul, inn á hjarta, trompar tígul. Já. Gefur svo einn á hjarta. Já. Bara þá 11 slagi. Hann tekur tígulinn strax. Okay. Hendi hjarta kannski? Nei, laufi. Hann á náttúrulega sko 2 efstu í spaða, skiptir einhver máli. Já. Nú kemur bara hjarta, ásinn og meiri tígul og tromp. Svo má hann bara spila hjarta, já. Upp og konginn tekur spaðan og spilar henni hjarta. Já. Og klemar 11 slagi. Þetta spilir allan ekki að vera út fyrir Grant Thornton. Nei. Þetta er vel spilað hjá Guðmundi. Já. Og nú getur hann bara að klema þetta. Já. Nei, hann gerir það ekki að spila bara. Já. Klára þetta bara. Já. +1. Já. Það er ólíklegt að verði fleiri slagir hér í minn. Það er alveg. Það er ekki hægt, held ég. Nei. 650 segir fá fyrir þetta. Já. 2 spil eftir. Já. Og hvað sagði hann? 36 impar? Já. Það er nú ekki oft sem koma 18 impar í spil. En hvað þá 2 í röð? Já, þeir þurfa bara að fá okkur núna í síðustu 2 spilunum þurfa þeir bara að fá 2 slemmu sving. Já. Og sem þýðir það að þeir þurfa að standa slemmu á sínuborði og það verið farið niður á slemmu á hinuborðinu. Já. Já, dugar það? Það er það á hættur allan eða eitthvað þannig. Já. Það er svona þetta þurfa að vera háar tölur. En við skulum skipta aðeins yfir á hitt borðið. Sjá hvernig þeir eru náttúrulega að spila 4 spaða þar. Og já. Það er alveg hægt að vera sér að voða í þessu spili, sko. Jú, já. Hann er farið fyrir aðra leið. Hann kemur sennilega út lauf í upphafi. Þá eru farið að stytta
norður. Já. Það er erfið að eiga við það. Já. Búin að brjóta hjartað. Já. Sennilega samt þetta hefði. Já. Nú getur hann trompað og tekið 2 eftir spaða og spila hjarta. Já. Hent lauf í suður og leyft að trompa. Já. Þá er vestur inni bara á og hann á bara tígul, sko. Þannig að hérna. Já, já. Þannig vinsta. Já, þannig er hann 10. slæginum. Tígulkóng. Já. Hann er mikið að velta þessu fyrir sig hvernig hann er að fara í þetta og trompar þetta. Nú, spilar hjarta. Ok, þetta er sjáum til. Og hendi tíglinum. Þarna spila laufi og hann getur alltaf spila spyr út á spaða. Já, þetta er ég var aðeins að það var hérna Grant Thornton sem var að spila 4 spaða hinum megin. Já. Ég var að rugla þess. Þannig að hérna nú. Já, þetta gæti, sko, hann verður að standa þetta. Sko. Já. Annars er þetta svingen til Grant Thornton. Já. Mér fannst þetta eins og það hefði verið. Nei. Já. Þetta er alls ekki augljóst. Er hann ekki komin bara dán á þessu? Eru komið 2 slagi? Já. Já. Þetta er góð vörn. Sigurbjörn. Já, þetta er ansi erfið staða, sko. Já. Þetta er ég er ekki að sjá hann geta unnið þetta spil. Ekki það að ég hafi rétt allt fyrir mér í þessu. Nei, þeir eru búin að spila þessa vörn svakalega vel, sko. Já. Þarna kemur vonda fréttir að það er ekki. Liggur ekki. Já. Og hjarta og hendi laufi og trompar. Já. Þetta er. Nei. Nei. Býtu, já, hann spilar þetta upp og spila laufi og fær síðast á tígul en það er eitt dán, sko. Þarna er bara stólsveifla til Grant Thornton. Akkurat. 11 slagir á öðru borðinu og 9 á hinu borðinu. Já. Eitthvað séns, 13 imbar. Já. Svoleiðis að 42-19, þetta er nú alveg séns, sko. Já. 23 imbar eftir. Já, og þannig eru eitthvað svaka sveiflu spil, sko. 2 spaðar í vestur, staðnir. Já. Sem er gott fyrir. Já, sem er gott fyrir Gulla. Já. Tjórta.
alltaf með 11 púnta og svona þéttan spaða góðan. Já, þeir eru að fara þeir eru ekki að fara bara fyrir Gröndalsspil. Spurning hvað 2 tíklar eru, hvort þið séu að spila eitthvað þarna. Sem er spilað 2 laufarna sem svona sterkar í hendi og 2 tíklar mjög veikt. Já. En hérna hann segir eflaust 2 spaða. Sko, ef hann segir 2 spaða þá er alltaf passa út. Já. Nei. 3 lauf. Hann veit það, sko, hann getur ekki, ef hann svona vill kann þetta eitthvað, sko, getur hann ekki sagt 2 spaða. Nei. Eftir þessar meldingar. 3 grönd. Já. Sko. Og útspilið væntanlega lauf. Já. Já, skjót. Já, hann gæði, já, lauf 10. Það er þarna. Þetta er alveg hræðilegt, sko, hvernig legan í þessu er. Já. Svoleiðis að það er ekki margir slægir svona. Nei, en sko við erum náttúrulega að tala engan smá spilara sem er að spila þetta spil, sko. Það er rétt. Ég held að leiðin í þetta sé bara áskangur í spaða og... Já, en vandamálið er náttúrulega, sko, þú átt bara eina innkomu eftir það. Já. Og lauf á sinn, út af legun í spaða, þá bara döða það ekki. Nei. Og þarna svona, hvernig fer maður í svona lit með eina innkomu, þú veist að hérna... Þú eru bara treyst á 3 legu. Já, eða að það komi þá drottning eða gosi annar. Já. Og það koma úspilar, já. Nú koma vondufriðnar. Akkurat. Svo bara lauf í gegn. Já. Það er svona nánast sama hvað hann spilar út núna, sko, nema bara ekki spaða drottningunni. Akkurat. Já. Vignir velti fyrir sig hvernig hann er að kalla. Og eftir að sita í spaðan. Já. Þetta er... Já, þetta er að... Já, hann dúkkar þetta. Og hann heldur bara væntanlega áfram. Eða bara... Sem er laufi núna. Já. Þetta er mjög góð vörn í Gunnlaugi. Eru alveg með það núna í... bara klemmu, sko. Já. Þetta eru, þeir fá einn í viðbót, 2, kannski, 3. Þetta er ykkur 300 kall eða eitthvað til. Já. Til Gulla. Já. Sem eru 7 bar. Og þá er þetta bara orðið ekki tölfræðilega hægt. Nei. Fyrir Grant Thornton að ná þeim. Nú eru... Þetta er... Ég segi nú eins gott að þeir eru Magnús Eiður og Sigurbjörn með gott jafnaðarskap að lendi þessari útreið, sko. Ja, þetta er sko 4 dán, þetta er 400 sem mér og pluss 110 hinum einn, það er já. Annars er landsliðið
náttúrulega eru undirbúið sig 11 vimpar. Já. Þetta er 53-19. Þetta er algjört bust. Já, það má bara segja það. Síðast spil. Vel spilaði leikur. Já. En nú er landsliðið undirbúið sig fyrir Evrópumótið í Lettlandi sem verður í sumar og meðal annars eru allir spilararnir í opnaflokknum með engaþjálfara. Já. Og nú er Magnús Eiður búinn að vera þannig síðustu daga að ég fæ alveg stanslösa spurningar hvort hann hafi slasað sig og hvort hann hafi dottið, en hann er alltaf bara með hasperur. Já. Hann er kannski bara þreyttur eftir allar þessar æfingar. Já, já. Og þeir bessi, en það skila sér síðan í Ríga, sko. Já, engin spurning. Það er mikilvægt, sko, við vitum það alveg bara í öllum íþróttum að hugaríþróttum að við séum góðu líkamlegu formi og fara svona langt mót þessu örmót, það sem er mikil spilamennska í marga daga, þetta skiptir allt mjög miklu máli. Og það er einmitt núna, sko, undirbúningurinn hefur verið mjög góður. Já. Þeir eru í engaþjálfun, þeir eru búin að fá næringaráðgjöf, svefnráðgjöf og eru með miklar æfingar á netinu, varandi sagnir og fleira svoleiðis að ég er ansi spenntur fyrir þessu móti. Já, ég líka. Herðu, það er síðasta spil. Já. 1 lauf í suður. Fyrirspilastandard, þetta er hann er með 10-14 púnta í suður og 11 púnta í norður og 5-4 í spaða. Hinu borðinu faraðir í 4 spaða pluss 1. Já. Og þeir eru vandalega bara leiðinni þangað. Sýnist það? Já. Já. Þannig hann er sennilega búin að sýna þarna, sko, 5 spaða og 4 hjörtu. Já. Og fer þarna í gegnum, er þetta ekki tvíleipa sem hann fer þarna í gegnum? Já. Með því að segja 2 lauf eftir 1 grand sem neyðir suður til að segja 2 tíkla. Já. Og svo heldur áfram með 2 hjörtu og þá ertu búin að segja serious áhuga. Og þá koma 4 spaðar. Og það er passað. Það er tígul út, þetta er 1 á tígul. Já. Nú er ekki einfalt að fá 11 slæðir svo nú tyggist þarna einu borðinu. En það skiptir ekki máli í raun og veru með að við stöðunni leiknum, hann má bara sleppa því að fá fleiri slægi og samt er þeir að vinna stórt. Já. Þetta er komið í hús hjá Gulla, það er ljóst. Þannig að við erum að koma hérna eftir viku aftur. Já. Það verður útsending hérna eftir viku aftur. Já. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Og það er bara rematch. Já. Það er bara þannig að Gulli sem voru svona underdogs í þessum leik taka Grant Thornton með besta pallan sem sinna borðs og salta þeim. Já. Bara rúlla þeim upp. Já. Þannig að þeir koma... Já, þeir hljóta svona vilja að sína sitt rétt andlit næst. Já. Bara aðeins að leiðir þetta kursinn. Og kannski spurning hvort að Stefán verði þá komin aftur. Ég skal alveg ábyrgjast það að Stefán er örugglega búinn að senda inn á hópspjalli á sveitinni að það þurfa að breyta liststillingu fyrir næstu umferð. Já. Þetta er skemmtilegt í Blitzinum. Já. Þeir mættust í, svo ég sagði þér, í hvaða 4. umferð og þá vann unnið þeir, en svo núna erum við að tala um bara öruggan sigur hjá Gulla. 53-20. Já. Algjört bust. Já, það er bara þannig. Það er bara þannig. Já. Ég bara, ég bjóst alveg við því að Gulli myndi býta frá sér, en þá vorum við kannski að spáði fyrir leikina, þeir gætu komið óvart. Já. En svona, bara
þeir bara rústuðu. Já, heldur betur. Mjög þéttir allan tíman og bara... Já, gáðu enginn færi á sér og bara frábær leikur að þeirra hálfu. Já, sammála því. En þetta er komið allavega að leiða lokum hjá okkur núna og næsta föstudag þá erum við að fara að sjá aftur Gulla og Grant Thornton. Heldur betur. Að því sést fyrirkomulagi að því þó þetta sé knockout, þessu svona byggakeppni, þarf að tapa 2 svar. Þetta var fyrsta tap Grant Thornton, það þarf að þeir þurfa að spila aftur. Þetta er í rauninni 1-2 liðin sem að byrjuðu mótið sem hafa núna tapað einu sinni. Já. Og þannig að það er lið sem að tapar fyrir 2 svar dettur út. Það er í rauninni þannig. Svo næsta föstudag, hreinn úrslitaleikur. Já. Það er bara þannig. Já. Og þá hafa landsliðsmennirnir og stjörnurnar í Grant Thornton tækifæri til að sýna sér þetta andlit. Já. En það verður spennandi. Já, en allavega þá bara þakka ég kærlega Tryggvi fyrir að koma á Lýsa, bara vel gert. Takk fyrir mig, bara búið að gaman. Já, eins gott að við vorum með sálfræðinginn að borst til að greina þetta. Já. Og ég þakka þér kærlega og ég þakka líka tæknistjórunum Önnu fyrir sín störf, alveg frábært að vera tilbúin að gefa sér þetta. Heldur betur. En ég þakka bara kærlega fyrir okkur í kvöld og segi bara sjáumst næsta föstudag. Góða nótt.